sko, það erfitt að gera ársreikninga skemmtilega. Okkur hefur nú tekist ágætlega með það. Já, ég vil með en þetta bara eitthvað different breed, sko. Þetta já. Og við erum náttúrulega inn á sprengjusvæði, við erum búin að setja helviti margt fram sem verður örugglega rakið. Það alveg það mun einhver hrútskýra fyrir okkur af hverju þetta á að vera svona. Ég held að fyrsta public shaming komi eftir þennan það geti komið þetta. Við lendum í DFF og í miðjum kosningum. Við getum alveg tekið þá kassan. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Kæru Pingju Hálsar, það eru Arnar Þór og Yngvi Þór sem heilsa ykkur þennan fagra þriðjudag. Já. Eða fagra eða ekki, það ekkert sérstaklega fagurt að litast úti. Nei, það bara, svo mistur hérna inn í okkur, iðnaðarmenn að leika sér. Seðlabankanum í Kópavogi. Já. Nei. Herri, já, þáttu dagsins. Þetta svona, hér eru við dálítið að sökka okkur ofan í djúpulaugina. Já. Og eins og við sögðum í Deep into Pingjan, við erum eiginlega að drukna í grunnulauginni. Já, einmitt. Þannig að það sem sagt, í dag erum við með fjármál sveitafélagana special. Já, við ætlum að fara yfir ársreikninga 11 stærstu sveitafélagana, ekki satt? Já, átt að vera 12, eða sko, við ætlum að fara yfir 6 í dag og 6 í næstu viku, en það var ekki búið að skila ársreikning 2021 hjá Reykjanesbæ. Nei. Þannig að í miður þá verða þeir úti. Já, það bara staðan. Við erum sem sagt að taka landsbyggðin í dag. Við erum með Akraneskaupstað, Akureyri, Múlaþing, Fjarðabyggð og Árborg. Já. Og svo í næsta þætti komum við til með að taka stærstu sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður. Já, og við erum að leggja þetta upp sem bara svona, hvað getum við sagt, skólagöngu. Því að þetta við viljum svara þessari rannsóknarspurningu. Já. Hvar stendur Reykjavíkurbær? Eða Reykjavíkurborg? Það stærsta rifrildið hjá stærsta sveitafélagi landsins. Reksturinn í hakki eða í blóma. Og þetta svona einhvers konar undirbúningu fyrir það. Það ekki hægt að lesa á svörum, andstæðu eða stjórnar þannig í Reykjavík. Hvað rétt? Þannig að við ætlum núna að hlaupa leikskóla, grunnskóla, menntaskóla og háskólagöngu í þessum 2 þáttum til að svara þessari spurningu. Sko, svo gott náttúrulega að halda því til haga að það er á næga taka í þessum málaflokki og þetta getur verið talsvert flóki bara á köflum en við viljum reyna að sjálfsögðu ekki, við nennum ekki að fara yfir eitthvað sem leiðilegt, svo við ætlum að reyna bara að hafa þetta létt og skemmtilegt. Já, og ég sjálfur til dæmis hef verið að fylgjast með þessum umræðum og nú hata ég ekkert meira en að sjá fólk á Twitter reyna að vera átsmarta hvort annað með mismunandi framsetningu á sömu gögnum aftur og aftur, A-hluti eða A og B, skuldaaukning eða vöxtur, bla bla bla, þú veist, fólk virðist bara að snúa þessu eftir hendisemi, hvort það á betur við hverju sinni, sko. Akkurat. Þannig að við ætlum bara að kasta fram upplýsingum úr ársreikningum með þessara sveitafélaga og hafa gaman af og þú veist, ég nenni ekki einhverju hrútskýringum af hverju við hefðum átt að taka A-hluta hjá þessu eða hinu sveitafélagi frekar en A og B, ég vil bara hafa gaman. Já. Sama hér. En við, þú veist, það auðvitað eitthvað sem á betur við í A-hluta en við teljum að það sé bara svona vænast að taka þetta pingjustæl og taka alla samstæðina. Já. Nema þegar við teljum að eitthvað er betur við A-hlutan. Þurfum við ekki að útskýra það eins betur á eftir þegar við byrjum? Jó. En það er náttúrulega bara með þessa kostningar eins og allar aðrar og við viljum bara reyna að hjálpa til með það þótt við getum ekki þessu tilviki að með þessa eins og aðrar sko, fólk náttúrulega langsamlega mest að spá í því hvað veitingar í boði hjá flokkunum á kjördag. Við munum ekki geta svarað því, en við munum rýna í hvernig þau standa fjárhagslega, hverju verið að lofa, þannig að þegar þú gengur inn í kaffibóðið á kjördag, þá ertu aðeins betur upplýstur þegar þú... Við erum nú kannski ekki með kosningalofurðin eitthvað... Nei, ég samt sko, ég er búin að hringja villi vekk, vilt og galið, út allt. Og reyna að hlera pöpulinn frá báðum áttum hvað eru stærstu málin allavega í þeim sveitarfélögum sem ég skoðaði og já, það er svo sem þetta er, já, heyrðu, ef ekki bara eins og ég segi, þetta er náttúrulega svona fyrst og fremst ársreikninga yfirferð og það eru nú margir sem að vilja kjósa út frá því. Akkurat. Út frá þeim upplýsingum
hver að gera vel í fjármálum sveitarfélagana. En þá held ég bara okkur sé ekkert að vannbúna annað en að dempa okkur bara í fyrsta sveitarfélagi. Kannski að taka fyrir þennan A-hluta og A og B. Já, og getur ekki byrjað að segja að við værum ekki hér eða það væri ekki fyrir Payday sem að standa með okkur í þessari vitleysu að breiða út af vananum og fara frá djúsnum. Já. Og hvað erum við að kreista núna? Bara skítu á tusku eða? Við erum ekki að kreista appelsínu til að fá djús eins og vanalega? Nei. Við erum með skítuar tuskur að vinda úr þeim. Er það ekki sveitarfélögin? Jó, eiginlega. Þetta er ágætið samlíking hjá þér. Já. Ég myndi nú ekki fara að blanda Payday í það. Nei, en við þökkum þeim fyrir að standa með okkur í skítverkunum, sko. Kunnum þeim bestu þakki fyrir það. Klárt. Reikningasystem, fyrir fyrirtæki og einyrkja. Já. Og stórfínt kerfi, sem að þú hefur notað mikið. Magnað, já. Og ég ætla að giska á duglegur að senda fyrirspurnir líka. Já, ég er feature creep og ég heldur fíla það. Ég er með spá, það er svona 3-5 ári að þetta verða stærsti bókhaldskerfi landsins. Já, þetta er á blúsandi uppsiglingu. Já, þú sér það bara með okkar kynslóð að við viljum ekki sjá þessi gömlu lélu sem eru desktop-based, þetta er algjörlega web-based Payday og ég er bara svona að taka yfir hægt og bítandi. Það er bara heiður. 3-5 ára spá. Heiður að fá að vera með þeim. Yes, heyrðu, þú ætlar að byrja? Á ég að byrja. Já, þú ert með 3 og ég 2, þannig að það er svona vænlegast að þú byrjir. Já. Þó að þessi þáttur hafi eiginlega átt að vera í réttri starfsröð, sko. Það þekki ég það? Nei, ég þekki það ekki. Hann átt að vera í öfri, þannig að þú byrjar í dag, já. Og svo að komið fram, þá erum við að taka saman A og B hlutan og til þess að útskýra það á mannamáli, hvað er A og hvað er A og B, að þá er sem sagt sko hvað var ég með? A-hlutin er náttúrulega eingöngu bara útsvarstekjur og fastegna skattur. Já, sem sagt í rauninni það sem er gengið á íbúðana bara það er bara rekstur bæjarins. Já, rekstur bæjarins og það sem blandast inn í B eru aðrar tekjur sveitarfélagana eins og eignarhlutur í dótturfélögum eða hlutdeildarfélögum og veitur sem er nokkuð stórt á hverju svæði, þú veist, vatn, rafmagn, dreifing, dreifikerfi og hvernig það svona litar afkomuna. Við erum að horfa á þetta bara sem samstæðu, þannig að við ætlum að einblína á A og B saman. Og nú vitið þið það næst þegar þið sjáu þið rifrildi í sjónvarpinu eða útvarpi eða hlaðvarpi að þá er þess að yðurlega tekist á þetta sko þegar ringdir í reksturinn. Hvað með A? Hvað með A-liðin? Að bæði er í rauninni rétt. Já, þú veist, ég minna, ok, A og B fyrir okkur, við erum svona fyrirtækja með menn. Já. Þú veist, A og B, þetta er bara allur reksturinn, skilur. Já, við hefum bara að horfa á samstæðina. Já, þetta er bara allur rekstur bæjarins. Já, en það er mjög og í flestum tilfellum samt er B-hlutin hverfandi við hliðin á A, sko. Það er þá ekki nema kannski með, þú veist, eins og Reykjavík og kannski Akureyri eða eitthvað. Já, sem eiga. Já, Hafnarfjörður skils mig líka. En þau standa nú í stóra, það má vera að skoða hvort þið að selja út. Við komum inn á það í næsta. Komum inn á það, já. Heyrðu, ég ætla að byrja á Múlaþing. Sem að ég hugsa afskaplega hlýtt til. Þetta er 11. stærsta sveitarfélag á landinu. Já. Og það sem kannski ekki allir vita er að þetta var til árið 2020 með sameiningu. Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar. Afsakið. Já. Þannig að þetta er í hjarta Austurlands og í ferkílómetrum stað talið þá er þetta stærsta sveitarfélag landsins. Ekki vissum að margir viti það. Nei, og þarna eru nú gjöfular hreindýralendur sem að ganga þvert og beint yfir sveitarfélagið og sem blandast inn í fleiri líka. Og þarna ólmaði mannin má segja, ég er náttúrulega bjóð þarna í 10 ár. Greiddi þarna mitt útsvar. Já. Þarna sleistu varðskonum? Já, varða manni og titt gamla árbæðingar sem að höfðu haft að giska að ég orðin tannlaus á 5 árum hann 2006 ef ég hefði ekki flutt austur og gengi í gegnum þann skóla. Heyrðu, það má segja hérna bara eins og meðilega öll sem við erum að taka fyrir í dag, útsvarsprósentan er upp í topp, hún er 14,52% og það er bara verið að skattleggja íbúa alveg upp í rjáur eins og hámarkið er. Það er kannski gott að taka það fram að útsvarsprósenta er eitthvað sem sveitarfélögin setja og þetta leggst beint á í rauninni greiðslu til, á staðgreiðslu stopp, eins og það kallast. Já, þetta er tekið af laununum. Þetta er basically tekið af laununum. Akkurat.
og þessi skattur sem að þú borgar 36 til 40 og eitthvað skilur hvað sem hún í dag að þetta í rauninni partur af því Akkurat af þeirri skattgreiðslu prósentu og ef við horfum hérna bara á B-hluta Múlaþings sem áður hétt Fljótsdalshérað en heitir í dag Múlaþing fyrir allt að þá eru tekjurnar hana 7 miljardar 860.098 þannig þetta eru 7,9 miljardar Já, 7,9 miljardar Við skulum reyna að fara að tala Já, ég ætla ekki að segja svona stóra tölur aftur ég kann alltaf að lesa þær upp Við munum námynda vel hérna Já, og þar af útsvarið sko 3,1 miljardur Eitt sem hérna stórt fyrir okkur á landsbyggðinni það eru framlög jöfnunarsjóðs sem greiddur inn og að ég skilur rétt sem sagt einhver hluta af skuldbindingum ríkisins fyrir að vera ekki með þjónustu meira lagi utan höfuðborgarsvæðisins Já, þetta meðal annars framlög vegna grunnskóla vegna þjónustu við fatlaða útgjaldajöfnunar framlag og eitthvað sko tekjujöfnunar framlag, þetta einmitt eins og þú segir Já, og mér skildist að þetta sé líka út af því að öll ráðuneyti og annað hefur verið ráðstafað bara á höfuðborgarsvæði þannig að þau fá ekki náðan jöfnuð Nei En þetta tekið af öðrum og fært til landsbyggðarinnar. Næsta tala ársverk sveitafélagsins eru 428 og laun og launatöngd gjöld 4,2 miljardar eða 54% af tekjum sveitafélagsins og við munum aðeins rýna betur í eitthvað fleira svona á eftir sko við erum ekki með neitt koks í rauninni Nei. heldur það bara laun og launatöngd gjöld hvað þau eru stór og svo inn í sitt hvað annað afkoman milljarður veltu fyrir frá rekstri milljarður og þetta svona það sem við höfum lært mikilvægasta stærðin til að líti í sko veltu fyrir frá rekstri það þessi heilagi kalegur sko Já, akkurat í þessum fjármálum sveitafélagana sko Já, ef ég hleyp síðan hérna bara aðeins áfram eignir sveitafélagsins eru 13 miljardar 13,4 þar að veru fasta fjármunir til 12,1 og fólki þá væntanlega að spyrja sig hvað eru sem sagt fasta fjármunir hjá sveitafélagi og jú, kæru Bingi Hólsar svari við því eru að nú var ég með sjóðstreymið opið hjá mér að fasta fjármunir sveitafélagi eru náttúrulega langsamlega stærst fasteignir og lóðir sem sagt bæði þær fasteignir sem að sveitafélagin eiga og reka og svo lóðir sem að ýmist í lóðalegu samningum þar sem fólki býr eða einfallega bara nýjar lóðir til sölu veitur og gatnakerfi við þarna stórt og ef við tökum fyrir Múlaþing þá þetta sem sagt 6,7 miljardar sem eru í fasteignar og lóðum og 3,3 í veitur og gatnakerfi Þetta eru bókfær verð sko, það má alveg Hvernig er gatnakerfi, hvernig eru þau svona verðmetin? Já, það var það sem ég ætlaði að koma upp á að ef það væri einhver innviða fjárfestir eins og við bara séð núna með þessa óvirku innviði í símafyrirtækjunum maður geti alveg trúa sér að það væri einhver premja hjá erlendum sjóðum í að bara kaupa þetta á margkvöldu verði bara upp á stability eða eiga gatnakerfi Gatnakerfi fyrir austan? Já, ég held það Já. Kannski í 10 Hvernig er þetta einn slitið og í Reykjavík eða? Ég reyndar ég hjó ekki eftir í síðast ég var að segja þess fyrir sko Þetta er bundið slitlag, eða ekki? Jú, klálega Já Það er vísu ekki bundið slitlag til Borgarfjarðar Eystri síðast þegar ég kom sko þannig að það er kannski þetta bæta úr því aðeins áfram þetta eru semst fasta fjármunir sveitafélagsins langsamlega stærst þarna ef við kíkjum á veltu fjármunina 1,3 milljarður þá er það að mestu bara í langtíma kröfum 1,1 og stoppframlög og eignarhlutur í öðrum félögum eru 349 milljónir þarna inn í A og B hlutanum og það sem við erum svona bara með nokkuð frjálst form þá er ég að stökka bara strax í það sem vakti athygli mína sko hvaða fyrirtækjum eru sveitafélaga eiga í og ef við tökum fyrir Múlaþing þá eru þau með sko þau er náttúrulega hef veitur sem er veitufyrirtæki fyrir austan hitaveitan og vatnið og fleira gott öll eiga sveitafélagin hluti í lánasjóði sveitafélaga og Múlaþing er með 3% svo sé ég að þau eiga 47% í einhverju sem heitir Vísindagarðurinn EHF fasteignafélag Fljótsdalshérað 14,5% í dýralífi EHF 60% í kvennasmiðjunni og svo 12% í einhverjum vatnsréttindum
En það skal þó sagt hérna að ég hugsa af öllu eignarhaldsbraskinu sem gæti áttir stað í sveitafélögum hér á landi, þá finnst mér svona eins og Múlaþing sé mér svona minnst spennandi portfóljó eins og staðan í dag. Já. Og ég með aðeins meira skúb hjá hinum. Já, en þetta oft voða furðulegar eignir í þessum bæjarfélögum. Já, það mætti alveg einhver skrifa eitthvað upp úr því hvernig til dæmis datt í hug að gerast hérna. Þú veist, ef við tökum bara af hverju eiga þeir 60% í einhver sem heitir Kvennasmiðjan. Já, ég veit. Hver á 40% á móti. Dýralíf EHF. Það er reynda mistök hjá mér að hafa ekki flett því upp, en... Já, ég fyrirgefi það. En það sem nú kannski kosturum við þarna, hvað getum við sagt, sveitafélög í dag, er að það eiginlega allt orðið skráð í kerfi og þú getur lesið gamla fundagerðir og annað. Já. Þannig að ef einhver nennir að fletta upp af hverju sveitafélagið á eitthvað í Dýralíf EHF, þá er það bara frábært. Ég sé líka að þetta er tekjulegt félag að mestu. Það er hérna með 132.000 krónur í rekstrartekjur 2020. Er að tapa 500.000 á ári og á fasteigni fyrir 3,6 milljónir. Þetta er leigu á atvinnuhúsnæði. Já, heyrðu. En ég tek eftir því hérna, þau eru með ágætis hlutfall, veltu fyrir frá rekstri, 13,6%. Akkurat, þannig að... Sem að svona er bara held ég nokkuð vel á sig vikið, sko. Já. Og hérna, og svo er það skuldahlutfallið náttúrulega. Við verðum að tala um það. Já, það er þetta hlutfall að tekjum. Já, þá reiknum við bara hvað... Nei, byrju eftir að tala um... Já, hvað er hlutfall að tekjum? Já, 137%. Það er það sem er svona litið á í þessu, sko. Já. Og 137% og það er svona heldurhátt. Það er eiginlega bara frekar hátt. Já, sem sagt það sem að tekjur sveitafélagsins sem eru 7,8 og heildarskuldir þarna, er þetta ekki nettóskuldir? Já, 10,7 miljónir. Já, það sem þú ert að reikna út, sko, hvað tekjurnar standa undir af skuldum og þetta er rauninni neikvæð stærð fyrir Múlaþing, þar að segja 137% skuldir yfir tekjur. Skuldir, já. Já, akkurat. Þannig að sko, já, þau standa nú ekkert gríðarlega vel beint, sko. Ég meina, þau eru með skamtíma greiðsluhæfi hérna. På 0,6. På 0,6, veltufjárhlutfallið, 0,64. Og skuldir per íbúa, varstu með það? Já, það er hérna 2, þau eru lang skuldsettust per íbúa af öllum þeim sem við tökum í dag. Ekki lang, en þau eru mest. Með þeim skuldsettari og hér alltaf er nú bara að segja að það er dýrt að standa í samruna og þú verður að verja þitt bæjarfélag. Já, ég verð mitt vígi. En nei, burt sér frá öllu að þá hérna gefur augaleið að Múlaþing er hérna með þokkalega skuldir og þarf að taka hans til í þeim efnum. Svo ætlaðum við að koma hérna... Svo vorum við með einn svona staðal sem að við viljum... Já, sko bara til að hlaupa hans yfir þessar tölur, þetta er svo ótrúlega marga tölur. Við ætlum að birta þetta, þennan samanburð og þessar greiningar sem við erum búin að taka. Það sem að mér langar að hlaupa hérna yfir í annað og ég ætla alls ekki að segja að ég vera bröðla í mínu gamla bæjarfélagi. En samhliða því að vera skuldsettust, þá getum við séð hérna líka að meðalaun per bæjarfulltrúa eru hæst í samanburðunum hér í dag. Já, vá! Að fyrir sko fjölda bæjarfulltrúa sem eru 12, þá eru laun bæjarfulltrúa og bæjarstjóra 109 milljón. Það eru 11 bæjarfulltrúar en svo er væntanlega ráðin bæjarstjóri. Þetta gerir meðalaun fyrir þessa 12 einstaklinga upp á 9,1 miljón á ári, 762.000 á mánuði sem er að hæsta í... Nei, þetta er að hæsta. Annar metrik sem við vorum beðnir að taka fyrir er að greina sko, þú ert með ársverkin, það eru 428 hjá Múlaþingi, þannig að þau eru með 18,3 milljónir per ársverk. Þetta er svona tekið per starfsmann sveitafélagsins sem að enn og aftur er ekki með því herra sem við höfum séð, þó herra heldur en önnur, tek það betur saman síðar, en ég var beðin að telja fjölda verkefnastjóra á vef bæjarins og þau eru 16 sem gefur okkur það að fyrir þetta 5.000 manna bæjarfélag þá eru við með 1 verkefnastjóra per 316 íbúa. Já. Og ef við lítum okkur nær eins og Fjarðabyggð þar sem að voru taldir 4 á annað 5.000 manna samfélag
þá er það 1 fyrir hverja 1200 íbúa. Þannig að hér Múlaþing að gera afskaplega vel við sína íbúa, að vera með 1 verkefnastjóra per 300. Það er nauðsynlegt að vera með slatta verkefnastjórum. Já, og þetta nú kannski svona... Ég held að þetta sé síðasta fólki sem þú fargar þegar reynir á. Sko. Þetta er svona full margir per íbúa, Gæti verið það, en þetta er líka ákveðið þjónustu lofvörð. Þannig að við skulum leyfa öðrum að dæma. Ég hef náttúrulega ekki búið þannig 6 ár, þannig að ég veit ekki hvernig staðan stendur, en þetta er afskaplega jákvætt. Svo er 1 lokametrik hérna með útsvarið. Útsvar fyrir A og B hluta Múlaþings er 40% af heildartekjum, sem að sko ef við tökum eins og Fjarðabyggð 43% og Árborg með 49%. Þannig að þau eru að miklu leyti að treysta á framlag jöfnunarsjóðs og það er 26% af heildartekjum, 12% hjá Fjarðabyggð og 13,5% hjá Árborg. Þannig að Múlaþing í dag ásóldi undir jöfnunarsjóðunum samanborið við aðra leikmenn hérna í mínu portfóljói. Þannig að 11. stærsta sveitafélagið, þokkalega skuldsett, gott þjónustustig og hátt. Ég ætla eina lastis ég ætla að koma með. Ég var hérna fyrir austan með páskana og það var ekki séns að fá að vita opnunartíma á Sundlaugunum sko. Hvað, ekki inn á netinu þá? Nei, það var ekki á Facebook síðunum. Ég var ekki einu sinni svara á Facebook þegar ég sendi fyrirspurn. Hvorki fyrir Seyðisfjörð né Egilsstaði. Þannig að ég held að það veit ekkert af því að vera með kannski 17-18 verkefnastjóra þó það var ekki bara nema 1 sem var að uppfara opnunartíma fyrir okkur ferðamennina. Það getur sendt fyrirspurn þess efnis. Já, henni skal skila til þeirra hér með. Er það ekki bara næsta? Þú veist, þetta er Múlaþing time. Ég held það. Það er kannski, ef við förum yfir hérna lokum stærstu kosningamálin og við hefum kannski átt að reyfa bæjarstjórnina, við gerum það næst, að þá hef ég hérna heimildi fyrir því að stærsta kosningamálið sé hvort og hvenær eða keyra byggingar í gang, sérst fleiri lóðir, sá reyndar á vef bæjarins að það er fullt af lóðum í boði í Múlaþingi, þannig að það er jákvætt, hvort og hvert að ég að færa umferð úr bænum. Þetta er náttúrulega ákveðin stoppistöð í dag á hringveginum. Já, ég hef náttúrulega aldrei komið að það. Nei, ég er náttúrulega bara... Ég hef ekki komið á Austurland. Ég er bara... hefur komið fram. Akkurat. Ég get ekki sagt til það. Það hefur verið nefnt að leikskólamál og háir skattar. En svo reyndar skilst mér að standa ekki hjá neinum að hann ætla að lækka skatta. Þetta er þetta lögbundna hámark, 14,52%. Já, það væri... Og það, þú veist, það er ekki hægt að hækka það. Nei, það má ekki. Nei, og það er enginn að beita sig fyrir að lækka það, víst. Þannig að það, kannski, já, bara þú veist, til kjósenda á Austurlandi, ég held að þau þurfa bara að kjósa í kaffibóðinu á kjördag. Já. Já, það er enginn djús frá okkur með þetta. Er það þá ekki bara komið að þér? Þá er það bara Akranes. Já. Það er kannski skemmst frá því að segja að í miðri vinnslu þessara þátta þá hafði samband við okkur tölfræðingur að nafni Brynjólfur Gauti sem heldur úti veflaust sem er bara með stórkostlega tölfræðilega samantekt á upplýsingum úr svona ársendingum flestra ef ekki allra sveitafélaga á landinu. Já, hann les, fyrir utan að vera góð tölfræðingur, hann les hugsanir. Því hann sendi þetta á okkur bara randomli í sömu viku og við erum að taka þetta. Og við vorum byrjaðir að safna saman einhvern gögnum, þannig að það var mjög kærkomið. En ég ætla að gefa hann smá sjátátt að finna hann undir B. Gauti Jónsson á Twitter og svo ætla ég að setja bara link hérna undir sömmari, bara af veflausninni hérna fyrir ykkur til að njóta. Þannig að þið ættið að geta séð það hérna á sömmari á þættunum. Þannig að við kunnum honum bestu þakki fyrir þetta. Herðu, já, ég lauk Múlaþingi og bara þannig að fólk viti, núna er koma meiri hraði. Nú kemur meiri hraði í þetta. Meiri hraði. Við vorum svona aðeins að útskýra hlutina hérna og þú ert náttúrulega frá Múlaþingi, þannig að það, svona, þú áttir rétt á því að tala aðeins lengur. Já, ég fór aðeins dýpra, en núna förum við grönt. Já, nú er það, sem sagt, Akranes kaupstaður og þar er þéttbýliskjarninn bara Akranes og þar erum við meiri hluta Samfylking og Framsókn og Frjálsir og mér finnst svo hérna gaman að skoða þessa meiri hluta því að það er rauninni fólkið sem kannski ber ábyrgð á skuldum og bara rekstri bæjarins þannig meiri hluti stjórnar og hér er það Samfylking og Framsókn og Frjálsir. Bæjarstjóri, það er Sævar Freyr Þráinsson, það eru 9 bæjarfulltrúar pluss 1 sem er bæjarstjóri. Þetta er Sævar er ráðinn inn sem bæjarstjóri.
Okay. Þetta ég í rauninni bara vissi ekki af þessu, sko, en þetta tíðkast mikið út á landi, að það eru bæjarfulltrúar sem eru kosnir inn, en svo taka þau ákvörðunum að ráða inn bæjarstjóra. Akkurat. Ég veit að Eyþór vinur minn í Eyjum, hann er að berast fyrir þessu. Já. Professional bæjarstjóri ráðum. Þannig að en já, íbúafjöldin í Akranes Kaupstað eru 7.838 og þetta er 9. stærsti í fólksfjöldatalið, 9. stærsta sveitafélag landsins. Þar er útsvarsprósentan 14,52, eins og ég sagði, lögbundið hámark. To the maximum. Og þannig að aðeins bara glugga í rekstrarreikningin, þá sjáum við að tekjur Akranes Kaupstaðar voru 9,4 milljarðar sem að miða við 7.830 íbúa gerir 12 milljónir á haus. En af þessum 9,4 milljörðum voru 5,5 milljarðar sem fór í útsvar á fasteignaskatta, en hreint útsvar skattgreiðandans eru af því tæpir 5 milljarðar sem að gerir 637.000 krónur í útsvar per íbúa. Og svo fannst mér sniðugt þetta að skoða sko, ef ég reiknaði yfir á meðalaun per íbúa á Akranesi, þá eru það 366.000 krónur á mánuði. Sem sagt, ég deili þessum útsvars með 0,1452 með útsvarsprósentinu, þá fæ ég út að meðalaun Akranesbúans eru 366.000 krónur á mánuði. Það skal þó hafa í huga að inn í þessum útreikningi er svona heildarfjöldi íbúa í sveitafélaginu og þar með tali börn sem að greiða náttúrulega ekki skatt, svo það má áætla þessi tala sé svona aðeins hærri per skattgreiðanda, þá bæði útsvar og meðalun. En þessar tekjur upp á 9,4 milljarða eru talsvert fram úr áætlun bæjarfélagsins, eða 10% sem er svona nokkuð vel að sé vikið. Og þetta var tóltið svona gegnum gangandi með flest sveitafélög, að þau voru að fara langt fram yfir áætlun, sko. Já, ég verð að segja, ég held að séum helviti margir lélegir spámenn í kringum þessi sveitafélög. Það er bara, mér finnst ekkert standast. Nei, ég segi það, sko. En svo er það gjöldin, þau eru tæpir 9,3 milljarðar, þau fóru einnig fram úr áætlun, einhver 6,3%. Í gjöldunum vógu launatengt gjöld án lífeyrisskuldbendinga þyngst, það eru 5,9 milljarðar. Svona, já, svo komst ég á snóðirnar greidd laun til bæjarstjórnar. Það voru tæpar 81 miljón króna sem að gerir 8,1 miljón króna í árslaun á ári að meðaltali miðað við þessa með 9 bæjarfulltrúa og eitt stykki bæjarstjóra, og það eru tæplega 675 krónur á haus á mánuði. Og mér finnst það heldur mikið, sko, bara to be honest, en svo þetta sem þú varst að segja í Múlaþingi, það var eitthvað miklu hærra. Já, þú veist, Múlaþingi er hérna í 9,1, erum við að taka mánaðarlaun eða nei, áslaun 8,1 en 9,1 svo 675 á mánuði, sko. Já, 762 hérna megin, sko. Við borgum vel fyrir austan. Já. Svo er annar útgjaldaliður, það er annar rekstrakostnaður, hann telur tæpa 2,6 milljarða og þar fannst mér áhugavert að sjá að það eru styrkir og framlög eru rúmlega 567 milljónir króna. Og það er rauninni samkvæmt A-hlutanum sem er 6,6% af skatttekjum A-hlutans, sem ég held að sé nokkuð raustalegt hlutfall. Ég alveg þekki það ekki, sko, en það var svona mjög stór tala af þessum öðrum rekstrakostnaði, var styrkir og framlög. Maður veit ekki, kannski fer þetta bara fram hjá mér. Ég hef ekki tekið mikið eftir styrkjum í mínu bæjarfélagi að sé verið að styrkja eitthvað klikkaslega mikið, sko. Þú ert Seltjarnarnesi, sko. Þú veist, ég bara þekki það ekki, skilja. Þetta er náttúrulega, kemur vantilega ekkert fram eitthvað opinberlega, sko. En er þetta ekki stærst í þessu algjört gisk núna á, til að maður er dett inn í þetta? Er það ekki svona, hvað heitir þetta, íþróttastyrkir og annað fyrir börn? Jó, vegur helviti þungtur gæti verið, sko. Frístundastyrkir og annað, sko, og niðurgreiðsla á leikskólum og... Já, mjög líklega, sko. Já, gisk. Við fáum það kannski en efnahagur Akranesi er nokkuð sterkur, sko, þannig að ég veit ekki hvort að 6,6% af skatttekjum A-hlutans sé rausnalegt í styrki eða ekki. Við komast kannski að því bara. EBITan, ég veit að, sko, það er nú kannski ekki sérlega litið í EBITuna í þessum geira, en hún er 410 milljónir króna. En svo er slatta afskriftum sem eru á mestu hluta tilkomnar vegna fasteigna. Það telja afskriftunar 264 milljónir sem er náttúrulega til frádráttar af EBITunni, en
svo sé að þau eru með jákvæða nett og fjármagnslið sem eru svona í sinni einföldu sem mynd vaxtatekjur mínus vaxtagjöld og það er jákvætt 162 milljónir jákvætt og það skýrist að mestu leyti vegna arðs af eignarhlutum og svo líka bara að tilhöra lágum vaxtaútgjöldum en skuldir til lánstíma eru nánast bara hverfandi hérna hjá Akranes kaupstað sko. Sævar bara sem alltaf vel þegið hjá bæjarbúum sko. Já, það ekki Þannig að Sævar virðist vera að gera vel. Hann lítur þá að fara að lækka þessa hámarksprósentu. Já, þú veist, það alveg grundvöldu fyrir því. Ég bara engi með það sem stefnumál kannski. Hvað segirðu? Ég bara engi með það sem stefnumál. Ég þekki það ekki, sko. Nei, ok. En svo einhverju aðri liðir sem bætast þetta ofan á, sko, sem nú sjálfséður í venjulegum fyrirtækja ásækningum og það hérna gatnagerða gjöld og það er á meðal þeirra og það reikna sem jákvæð starf sem ég var skrítið, þetta heitir gjöld, sko, en það, þú veist, leggst ofan á en ekki dreifir frá og svo hérna eru tekjur vegna fyrra árs og samtals mynda þetta 578 miljón króna þegar ég er búin að draga allan rekstrarreikningi saman þá er þetta 578 miljón króna hagnaður á Skaganum sem er bara fínasti árangur 6,1% hagnaðarhlutfall já, bara er það ekki bara ágætt það? Jú, en meðan arð sko. Ringdur eitthvað í hérna, ég sé að þeir eru í Brím fer í það hérna fer í það í efnahagsreikningum og hérna ef við lítum í hann og þá má sjá að eignir eru samanlagt 12,5 milljarður á bókfæri virði. Stærstu hluti þessi eru lóðir og fasteignir upp á 6,4 milljarða. Eignarhlutir í fyrirtækjum fylgir því hérna fast á eftir með 5,4 milljarða og þar eru fyrirtæki eins og fasteignafélag Akranes kaupstaðar og Háhiti EHF og svo fannst mér einmitt merkilegt eins og þú nefndir hérna Brím. Ég sá eignarhluti í Brím. Hann er þó ekki stór. Nei. Hann er bókfærður á hérna tæpa 5 milljónir. Þetta er bara einn Ægir Páll við Tröst sko. Já, þetta er náttúrulega sko Brím eða HB Grandi eins og hann hét áður. HB, það er að Skaganum. Já, þetta var sammenning Haralds Böðvarssonar og Granda sem var bæjarútgerðin hérna í Reykjavík. Já, þannig að Skaginn á ennþá eitthvað. Já, og ef ég maður rétt þá var Grandi sammenning Búr eða bæjarútgerð Reykjavíkur og Ísbjarnarins. Þannig að þetta er röð sammenninga sem endar í HB Granda og í dag Brím. En þeir hanga langir þarna inni Akranes. Já, það er 5 kúlur. Já. En svo það skuldirnar. Það er allir að býða til skuldunum alltaf. Eins og ég nefndi, Akranes kaupstaður með mjög litlar langtímaskuldir. Það eru rétt rúma 900 milljónir en svo eru þau með lífeyri skuldbindingar upp á 3,9 milljóra. Og það er kannski eitt svo að koma fram. Við erum eiginlega bara að skauta fram hjá þessum lífeyrisskuldbindingum. Þetta er stór stærð. Þetta er stór stærð og þykir mikilvæg en þú veist, við einhvern veginn höfum ekki alveg kannski tök á því að fara að útskýra það niður í þaula. Sko. Nei, þetta er bara skuld. Þetta er bara skuld við bara þá sem greiða í lífeyri, sem greiða lífeyri. Þetta er bara einhvers konar uppsafnað. Yes. Hvað sagði ég? Skulda lífeyri sem eiga inn í lífeyri. Bara næsta takk. Skammtíma skuldir 1,7 milljarðar. Nú veit ég ekki hvort það tíðkist í rekstri sveitafélaga að velta vöngum yfir skammtíma greiðsluhæfinu en þetta er það eitthvað sem skiptir máli hvort sem við rekstu fyrirtæki eða sveitafélags sé að ræða sko. Þannig að ég gæti ekki setja á mig með það. Og konstaði að veltu fjárhlutfall Akranes kaupstaðar er 1,8 sem er náttúrulega gríðarlega öflugt bara. Flott hjá þeim með það. Svo eru heildarskuldir, það er 6,5 milljarður. Það gerir 830.000 krónur per íbúa sem er langt minna heldur en Múlaþing sem við fórst yfir á hann. Já. Og svo er þetta með skuldahlutfallið, sko, eins og við nefndum á. Það ríkir einhver svona sérstakur mælikvarði á skuldahlutfallið í þessum fjármálum sveitafélaga, sko. Og ég ætla bara að taka bæði fyrir hérna. Venjulega skuldahlutfallið eins og við reiknum það, þú veist, skuldir bara hérna sem hlutfall af heildareignum. Það er 42% sem er bara nokkuð vel að sé vikið. En svo þetta sérstaka skuldahlutfall hérna sem ég átti við er þegar skuldum er deilt í tekjur og það þykir svona álitlegu mælikvarði og það stendur í 69%. Þú sér það. Þeir eru nánast bara helmingi betur stödd hvað það var þar heldur en Múlaþing, 69%. Akkurat. Og bara í rauninni best af öllum þeim fyrirtækjum sem við tókum hérna fyrir í dag, landsbyggðinni. Þetta er höfuð og herðar.
Og svo þetta veltufé frá rekstri, það þessi heilagi kalikur í þessum bransa og það sem sagt, afkoma ársins leiðrétt fyrir tekjum og gjöldum sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi. Og dæmi þannig stærð til dæmis afskriftir. Þetta eitthvað svona adjusted veltufé frá rekstri? Já, þetta eitthvað svona, getum orðað þannig. En við ætlum að halda svo létt og skemmtilegu þetta. Veltufé frá rekstri Akraness kaupstaðar, það nam 1,5 milljarði sem 16,1% af tekjum og án þess að hafa einhverja gríðarlega reynslu af fjármálum sveitafélagana þá grunar mig nú að þetta sé feiki góður rekstur sem að hefur átt sér stað þarna 2021 og eins og ég segi skulda bara langsamlega minnst per íbúi af þessum sveitafélagum sem við tökum fyrir í dag og eru bara með flotta tölur sko. Þannig að ég held að það sé óhætt að segja að Skaginn standi bara helvíti vel að vígi fyrir þessar sveitarstjórnarkosningar og það virðist vera að þessi meiri hluti samfylking og Framsókn og Frjálsir séu að gera það bara nokkuð gott. Ég hef líka heyrt út undan mér að Skaginn með sko spennandi projekt í gangi. Já. Að það hefur verið að bjóða stórfyrirtækjum lóðir eða komið á Skaga með starfsemi sína. Það mikill uppbyggingafasi þar. Já. Og einhvers staðar heyrði ég út undan mér að þau var að stefna því að búa til einhvern svona matvæla klasa Íslands. Að þau vilja semst að trakta fyrirtæki sem standa í matvælavinnslu og áframvinnslu á matvælum. Já, bara svona faktoríur, eða þú veist. Já, bara, hvað heyrði ég aftur nefnt, eins og Óra, kannski Lýsi, þannig að erfitt að flytja þá starfsemi. Ég veit ekki, Sælgætin fór náttúrulega í Hveragerði þarna Freyja Daginn, en gæti hafa verið búið að koma á Skaga, þannig að það Já, spennandi tímar framöndan held ég í gangi, sko. Já, virkilega. Og ertu þá tæmdur? Þá ég tæmdur hér og þá kannski ekki innum á vegi að auglýsa kelduna. Já, það kannski eitt hérna, ég sé að það eru 12 verkefnastjórar hjá Akranesi. Já, herðu, einmitt. Það þýðir að það einn verkefnastjóri fyrir hverja 653 íbúa. Já, sem er tölvöld meira heldur en í Múlaþingi. Já. En við vitum að þetta gríðarlega mikilvægt starf. Já, verkefnastjórandir. Þetta skiptir sköpum. Og já, þetta svona 653, það svona í meðalagi kannski, að mér sýnist. En já, þá það samstarfsaðili okkar, Keldan. Já. Það okkar grunninnviður og hefur reynst okkur ansi vel. Já. Og ég reyndar verða viðurkenna það að varst að fletta þessum reikningu upp á Keldunni í þetta skiptið? Nei, þeir eru ekki þar. Nei, kannski Kitti komið með okkur í slíka vegferð að birta þess ásetninga á Keldunni. Já, ég held, þetta er ekki þar. Nei. Eða hvað? Jú, Seltjarnarnesbær. Herru, þetta er hérna. Djöfull, þannig að Keldan er með þetta. Herru, við náttúrulega fórum bara í gegnum bæjarskristu. Já, heyrðu, takk og enn og aftur Keldan. Við gengum fram hjá þér og við sjáum eftir því. Já, nei, ég reyndi að sé ég sé það ekki hérna. Það stendur Seltjarnarnesbær en það er ekki hægt að, það er engin gögn í boði. Það er svo skiljanlegt. Við fórum í gegnum þetta allt fundum þetta allt bara í gegnum síður bæjarfélagana. Já. En það er til svona síða fyrir þetta greinlega en þar eru engir ársendingar. Nei. En við kunnum Keldunni bestu þakki fyrir. Já. Og viljum minna fólk á að skrá sig í áskrift. Það hefur auðveldlega líf okkar bara umtalsvert við vinnslu þessara þátta. Og það sem skiptir mestu er að þú getur sótt öll gögnin í Excel sem þú vorst að skoða í staðan fyrir að vera að handpikka. Hvað eru margir analistar á Íslandi sem er að klúðra einhverjum greiningum að þau vera að handpikka upp úr félögum? Þetta er svo líka bara tíminn sem þetta spara. Já. Þetta tók mig, þetta verkferil minn, hann styttist 50% eftir ég fekk Excel-skjölin, sko. Já. Þannig að það er bara frábært. Já. Keldan, takk fyrir okkur. Yes. Heyrðu. Þú ætlar að taka núna, hvað ertu með? Á ekki bara hlaupa beint í, ég tek Fjarðabyggð. Ég ætla að klára mig fyrir austan. Já. Annað sveitafélag sem manni þykir vænt og sko Fjarðabyggð er svolítið skemmtileg. Að þau eru með kjörorð sem ég hef ekki séð á mörgum stöðum. Okay. Og kjörorð Fjarðabyggðar er einfaldlega þú ert á góðum stað. Og það er notað í öllu kynningarefni sveitafélagsins og haft að leiðarljósi í allri stefnumótun að þú sért á góðum stað. Okay. Og svo gera þær gott betur að þeir eru með kjörorð fyrir hvern einasta fjörð og dal á staðnum. Þannig að Mjóufjörður, Falinn Fjársjóður, Norrfjörður, þar sem lognið hlær svo dátt. Nei. Jú.
Eskifjörður, sjór og saga. Þetta alveg sköpun að vinna maður. Reyðarfjörður, þar sem hjartað slær. Það ekki eitthvað Eurovision-lag? Það sem hjartað slær, það ekki Vestmanni Nei, þetta Reyðarfjörður. Jú, þetta var þarna. Já. Þannig að við stólið að Reyðfjörningum. Fáskursfjörður, C'est la vie, það lífið. Þeir eru náttúrulega með sterka tengingu við Frakkland hér fórnum. Stöðvarfjörður, Steinaríki Stöðvarfjörður, það náttúrulega Steinarsson Petru sem orðið landsþekkt. Og Breiðdalur, brosir við þér. Já. Ég vona að auglýsingaða markastofan sem tók þetta verkefni hafi fengið greitt svona 20 kúlur. Ætli það hafi verið eitthvað verkefnastjóri yfir þessu eða? Ég veit það ekki. Þau eru enda með, ég hlaupi bara beint í það, grunnsamlega lága með 4 í 5.100 manna samfélagi, þannig að það er 1 á hverja 1200 sem er að hæsta. Já, 1300. Já, 1296, þannig að það mætti alveg gera betur þar. Sammála því. Þannig að ég byrji hérna neðst, tek bara öfuga uppflettinga á þessu, þá eru þeir sko með hæstu tekjur per íbúa. Nei, per ársverk, tekjur per starfsmann, sem ég kom inn á þann. Þeir eru með tæplega 20 milljónir per starfsmann, þannig að, og ef ég tek hérna á B-hlutan, hleyp aftur efst, þau eru í hámarksútsvarinu, þannig að það er bara skattleggjum íbúa upp í rjáur og tökum allt sem við getum. Þetta séu öll sveitafélögin hérna í rjári, 14,52. Megum við taka meira? Nei. Þá tek ég bara 14,52 tekjur þar 8,7 miljardar gaman að tala bara í miljardum þetta er gigantísku rekstur á bakvið þetta allt sko. Hvað, ef við ekki bara hlaupi við laun og launatengt gjöld 4,7 og eins og ég segi, þetta eru 433 ársverk laun sem hluta alltaf tekjum 54,7%. Þetta er bara við tókum nú ekkert meðaltal hérna en bæði sko Múlaþing og Fjarðabyggð og Akureyri eru í 54. Þú komst kannski ekkert inn að bæði Akraness og Árborg eru yfir 60%. Já, þannig algjörlega. Að það er eitthvað en samt einhvern veginn er Akraness best stætt sko. Já, þau kannski leyfa sér það bara að vera með fleiri starfsmenn. Þau mættu kannski fjölga verkefnastjórum til að bæta þjónustustig Þannig að sko, ef við tökum hérna bara veltufé frá rekstri, það er 1,3 miljardur eða 15% af tekjum. Það er nokkuð sem er næst hæsta í þessum landsbyggðar samanburðarflokki fyrir stærstu sveitafélögin. Og eign í Fjarðabyggðar, einhverju 16 miljardar, það er af 15 í fastafjármunni sem eru eins og við þekkjum. Þeir reyndar ólíkt Egilsstaðabúum eru með hafnir sem að hlýtur að telja nokkuð drjúgt ef þú hugsar út í það bara eins sama með Akraness. Þeir eru með höfn. Það er helst assett að vera með hafnir. Já, ég meina auðvitað. Varstu að tala um að það var ekkert í Múlaþingi? Nei, ég meina, já, þú veist það er að borga fyrir Eystra og Seyðisfirði, jú, ég er reyndar að drulla á mig núna. Ég er náttúrulega með Norræninn á Seyðisfirði, sko. Nei, ég fá bara að hugsa fyrir Egilsstaði, sko. Já, ég skil Þú sér það, sko, hjá Fjarðabyggð þá eru veitur hafnir á gatnagerfi 6,2 miljardar, þannig að maður hefði kannski þurft að kíkja hérna á niðurnjörum hversu mikið hafnirnar eru af því. En það hlýtur að telja þokkalega. Já, ég gerir ráð fyrir því. Já. Ok, við erum hérna að hlaupa á hlaupum til þess að gera þetta snattaralegt. Hlutfall af tekjum, skuldahlutfallið, er 116%. Þannig að þeir eru yfir greið Fjarðabyggðarmenn, en skuldahlutfallið er 61%. Þannig að þau eru ekkert alveg í skítnum þótt að... Nei, en það er þetta skuldir deilt með tekjum sko, sem að þykir álitlegt þarna í þessu. Og það er ekki nógu gott hjá þeim. Nei, og lífeyrisskuldbindingar, þar af 3,2 miljardar og ég með nýjan metrikina sem ég sló upp að ef þú slærð sko deilir íbúafjölda með lífeyrisskuldbindingum þá er það 629 per íbúa í Fjarðabyggð sem er að hæsta af öllum félögunum. Þannig að það eru háa lífeyrisskuldbindingar þarna með fjölda íbúa. Við erum að tala um útsvar per íbúa er samt 733.000, þannig að þetta er að hæsta sem við höfum enn og aftur. Fjöldi bæjarfulltrúa í Fjarðabyggð og í bæjarstjórn þarna meiri hluta eru hérna er klúður hjá þér í listanum. Já, nei, heyrðu, þetta er bara hárrétt hjá þig, kallið minn. Fjarðarlistin er hérna með 4, Framsókn og flokku 2, þannig að þau eru í meiri hluta, Framsókn og Fjarðarlistin. Og í 10 manna, af sem sagt 9 bæjarfulltrúum og 1 bæjarstjóra, þá eru þau með laun og
launatengt upp á 89 milljónir sem gerir einhverja 747.000 krónur á mánuði. Þannig að ef einhverju hugsaði sér gott í glóðarinnar þá ágætt að flytja austur og fara í frambúð. Það ágætt að borga þarna. Þetta þarna rétt, er þetta ekki bara svipað á Múlaþing? Þeir voru með 762.000, já, Múlaþing eru ívið herri, þannig að flytja á Egilsstaði. Það gefur nokkuð vel að sér að vera í pólitíkina þarna. Já, með við þetta. Að lokum áhugaverð fyrirtæki. Þetta svona, hérna datt maður á smá djús. Fjarðabyggð á 22,4% í Sparisjóð Austurlands. Sem ég kíkti ekkert frekar á, en ekki Sparisjóðinni svolítið glemtir í uppganginum síðastliðin 10 ár? Jú, ég meina, er þeir ennþá til? Eða? Já, þetta voru leikendur fyrir hrun, mikið leikið sér þar, en þeir hafa algjörlega horfið, það væri gaman að fletta þeim upp og líka spyrja, hver í Sparisjóð versus banka? Já. Þau hafa 36% í fiskmarkað Austurlands og það sem ég hjó allra mest eftir hérna 1,1% í loðnuvinnslunni, bókvært á 23 milljónir. Já. Sem ansi góð eign, sko. Ég verði að gefa sjóðstjórunum í Fjarðabyggð hats off fyrir að hafa tekið þetta bett á sín tíma. Já, en má ekki gera ráð fyrir að þessi hlutur sé talsvert meira við Jú, það nefnilega það sem ég að koma að að það var hérna frétt daginn að Lífsverk var með 6% hlut í loðnuvinnslunni, metið á 12 milljarða. Já. Og bara þumalputtin á því að reikna það væri að þetta 1,1% hjá þeim einhverjar 120 milljónir á lágmarki. Já. Þannig að þarna liggja menn á pingju. Já. Og það vel. Ég held þessi bara tæmdur. Það ekki bara næsta? Jú, hvernig reytar þetta? Hvernig útlitið hjá Fjarðabyggð? Fjarðabyggð eru náttúrulega með versta skamtíma greiðsluhæfið, sko. Já, en ég hef engar áhyggjur. Þetta sennilega traustasti byggðakjarni landsins, held ég, með tillit til atvinnu. Já, með fæsta verkefnastjóra, engar síður. Já, en þau eru með Alcoa, þau eru með síldavinnsluna, Esku, loðnuvinnsluna. Tandraberg að fara að byrja að kurla timbur þarna og keppa við olíu í kyndingu. Þau eiga ekki að geta tapað. Nei, það bara, það liggur bara borðfast. Stærsta vandamáli í Fjarðabyggð hérna helvitis húshitunin. Þetta kalt svæði. Hluta til hann, getur verið dýrt að vera með rafmagn. Já. Ég fór ekkert ofan í kosningamálin en ég heyrði í einum og það sauð á honum. Já. Og það að þessir olíutankar hérna inn í Fjarðabyggð, sko. Það vantar lóðir og neina á Reyðarfirði og það vantar lóðir og fólk vil fara að byggja íbúðir á besta stað. Bara eins og keyrir í gegnum Reykjanesi, það verið að byggja fjölbýlishús niður við sjóin á premium price for you my friend. Og þannig að liggja bara einhverju olíutankar inn í miðri byggð og það síður á fólki. Þau vilja bara halda þeim? Nei, þau vilja losna við þá. Já, en hvað með bæjarfulltrúana? Já, það hefur ekkert borist frá þeim, en ég veit að formenn VG, þau eru að skoða þetta. Það á að setja þetta mál á oddinu. Það hefur verið að skoða þetta. Því að þetta náttúrulega bara lýðheilsu sjónamið að vera ekki með olíutanka inn í miðri íbúðabyggð. Já, ég segi það, sko. Það gengur ekki. Hvaða skammtíma sjónamið þarna fyrr? Ég tekið undir það með þér. Já, og ég ætla nú ekki að vera að hafa eftir honum munnsöfnuðin sem hann hafði, þessi ágæti maður volaði sem á sér í stað. En þetta risakostningamál. Olía úr byggð í Fjarðabyggð. Það var á Austurlandi. Já, þetta líka bara umhverfismál. Þá var það Akureyrarbær. Og þar eru við með þéttbýliskjarna Akureyri, Hrísey og Grímsey. Og sko hér fannst mér merkilegt, hér meiri hlutin hvorki meira en minna bara en allir flokkar. Þau bara tóku höndum saman, Samfylkingin, L-listinn, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Miðflokkur. Á Akureyri? Já, þetta gera þau sem sagt í ljósi COVID. Það varð einhver samdráttur þarna og erfiða rekstra aðstæður, þannig að þau tóku bara saman höndum og mynda öll þennan meiri hluta bara saman. Já. Og svo bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Þetta eru 11 bæjarfulltrúar pluss einn sem þá bæjarstjórinn. Hann ráðinn, eða hún ráðinn. Ertu með einhverja frekari lýsing á því hvernig við komum þessu kattamáli í gegnum? Nei. Banna lausagöngu katta? Nei, það samt mjög heitt kosningar efni þarna núna fyrir norðan, sko. Tekkið þú eitthvað inn á það? Eða? Nei, ekki neitt. Ég hefði náttúrulega alveg geta kynnt með það, en það var svo sem á nægu að taka. En já, í Akureyrarbæ búa 1942 manneskjur, einhverju ketti líka, og
og það er 5. stærsta sveitafélag landsins og þar sagður að 1900 búi 19.600 ok 19.642 og það er útsvarsprósenta 14,52%. Já, bara upp í topp. Og svo við förum aðeins hérna yfir ásendingin þá byrjum að rekstrar, þar voru tekjur hvorki meira en minna en 28,5 milljarður króna. Svona tæplega 28,4 og það er nokkuð yfir áætlun. Þetta er 14,6% yfir og af þessum 28,5 milljarð voru rúmir 12 milljarðar í útsvarstekjur. Það er 623.000 krónur í útsvar per íbúi. Svo er það hérna restina tekjun flokkast undir aðrar tekjur sem 14 milljarðar og það er helviti mikið. Já, og svo er þetta framlag jöfnunarsjóðs sveitafélag sem tæpir 5 milljarðar. Eins og við fórum yfir áðan þá er það svona framlög vegna grunnskóla og þjónustu við fatlaða og annað. Svo þarf að greiða laun líka og Akureyrarbær greiðir hvorki meira en minna en 15,7 milljarða króna í laun og launatengd gjöld og það kemur sérstaklega fram í ársreikningi Akureyrarbær líkt á Akranes laun bæjarfulltrúa og þau voru 66,8 milljónir króna sem miðað við 11 bæjarfulltrúa pluss bæjarstjóra gera 5,6 milljónir króna á kjaft á ári eða 466.000 krónur á mánuði. Þetta er lín. Já, þau eru heldur hóflegri en Akranes og Fjallabyggð að því vitist og Múlaþing. Já, bara Fjarðabyggð, segirðu? Nei, Fjallabyggð. Þau eru bara langneðst hérna. Já, eiginlega bara, langneðst. Þannig að það hefur greinilega verið, þú veist, þessi samdráttur hefur verið tekinn alvarlega. Já. Það er nokkuð ljóst. En svo hérna, svo eru afskriftinnar. Þær eru freka þungar, rúmir 2 milljarðar og svo eru hérna netto fjármagnsliðir 1,7 milljarður. Og þetta skilur okkur eftir í 750 miljón króna hagnaði sem gerir 2,6% hagnaðarhlutfall. En nú hérna var sérstætt við tala netto fjármagnsliði í rekstrarreikningum þá á ég við í rauninni hér á ég við tap. Það er yfirleitt raunin að sko vaxtagjöld séu hærri heldur en vaxtatekjur. Það var það ekki hjá Akranesi, þá fór því öfugt. Já, og hvað eru þau? Þeir eru vaxtatap upp á, eða sem sagt, fjármagnsliðir eru netto neikvæðir 1,7 milljarð. Og eins og ég segi 750 milljón króna afkoma sem bara nokkuð vel að sér vikið, þó frekar lágt hagnaðarhlutfall 2,6%. En svo það efnahagsreikningurinn sko, Akureyrarbær með eignir upp á samtals 62,8 milljarða krónur á bókfæru virði. Tjóðsveldi. Já, sko, já, við skulum förum aðeins í þetta fyrst. 56,2 milljarðar eru í fastafjármunum sem þú veist, bara ímest fasteignir, lóðir og veitukerfi og langstæðstum hluta, en þó ber að nefna að þau eiga hlut í svona, þú veist, einhverjum fyrirtækjum sem standa samtals í kringum 2 milljarða króna bókfæru virði. En þau eiga hins vegar, þú veist, það má áætla að þau eigi langt meira heldur en þetta bókfæra virði segir til, því að þau eiga meðal annars Norðurorku, sem ein og sér veltir bara 4 milljörðum á ári. Já. Og þannig að, þú veist, það myndur að fá einhver 2 milljarð króna verðmat, sko. Já. En auk þess þá eru þau með Greið leið EHF, Vaðlaböð EHF, Þekkingarvörður EHF, landskerfi bókasafna, þú veist, það er náttúrulega eitthvað sem það er allstaðar sko. Svo er það Laxá HF Akureyri. Já, þetta er fóður. Já. Þetta er fóðurverksmiðja fyrir eldi. Já, einmitt. Já. Og þetta er nokkuð arbært. Já, ég er ekki frá því. Ég held ef ég man rétt á síldavinnslan í þessu eða seldi. Já. Ég vildi nú ekki vera að skúpa en ég man eftir einu hafari þegar ég voru að kaupa mjöl frá Kína, það leistist nú farsalega en þetta er held ég bara þokkalega flott eining sko. En allavega, þetta er svona dæmi fyrirtæki sem það eiga og eins og þú segir, það getur verið gaman að kryfja það eins. Já, oft kemur ekki svona fram þetta er rétt að verð á þessum eignum fram í efnahagsreikningum. Það mætti vera meira inn í kosningaloforðum fyrirtækin einhver svona eigendastefna. Hvað á að gera með þessa hluti. Já, einmitt, nákvæmlega. En svo er það hinn hlutin af eignum, það eru veltufjármunir, þeir standa í 6,6 milljörðum
og þar nú fátt fína drætti þannig laga, þetta eru 3,2 milljarðar í handbæri pingju, þá kannski helst það bara, það eru 163.700 krónur per bæjarbúa í pingjunni. Nú skuldirnar, hér eru við með skuldir upp á rúma 36 milljarða, það svona slatta skuldsetning, það 127% af tekjum ársins sem svona með herramóti en þó skulda hlutfallið eins og við viljum rekna það ekki nema 57,6%. Nú kemur ein spurning sem vangavelta sem að gjörsamlega málar vanþekkingu mínu á rekstri sveitafélagana. Ríkið að lána fyrir þessum skuldum eða það að fara í bankana? Þekkir það? Hefur þú hugmynd? Ég held að það sé bara bæði, sko. Já. Ég held að eins og bankandi lána sína á milli og fá lána frá ríkinu, sko. Þú veist, það bara... Já. Já, þú veist, það allur gangur á því, sko. Þetta helvitis tjönk, hvaða banki, ok, kannski náttúrulega ekki einn banki með allt, en 36 milljarðar lána samt í Akureyrarbæ, sko. Já, þetta eins og ég segi, þetta slatta skuldsetning, sko. Já. Þetta þó, einmitt eins og ég segi, ekki nema 57,6% af heildaregnum. Já. En, sko, ólíkt Akranesi, þá stærstu hluti skulda þarna hjá Akureyrarbæ langtímaskuldir. Sem að telur 25,4 milljarðar. Það eitthvað víksill eða? Já, það einhver rúmur milljarður í gengistryggt, sko, eða þetta erlend lán og já, en svo þetta bara, þú veist, lán til einhvers x tíma, lengur en ára allána, en skammtímaskuldirnar þær eru talsvert minni, tæpi 5 milljarðar og ég ætla nú ekki að sleppa þeim undan skammtíma greiðsluhæfisprófinu en veltufjárhlutfallið hjá Akureyrarbæ 1,34 sem nokkuð gott, skilur, en Akranesi var þó öflugra. Sko, Skaginn var nú ekki bara öflugur þar því að það lítur út fyrir að Skaginn geti líka prísað sér sælan með þessar 830.000 krónur í skuldir per íbúa því að skuldir per íbúa hjá Akureyrarbæ rúmar 1,8 milljón á haus sem samt þó ekkert allslæmt með að við hinn sveitafélögin, sko, sem að þú hefur rennt hérna yfir, sko. En já, annars bara svona til samantækta þá Akureyrarbæ að skila bara nokkuð öflugu veltufé frá rekstri 3,9 milljarðar, það 13,7% af heildaveltu. Svo ég held að þau megi alveg vera bara nokkuð ánægð með niðurstöðu ársins, en þau vissulega eins og ég segi, þau dálítið skuldsett, en ekkert svona 2 milljarðar í afskriftir hana. Já, einmitt. Hefur ekki bara afskrifið þetta? En það einmitt það sem kemur til móts við þetta veltufé frá rekstri. Það til hækkunar á því, sko. Já. En já, ég held að Akranes standi bara nokkuð vel af í. Nei, Akureyri sig. Og ef það einhver svona fleiri lykiltölur, við erum náttúrulega með verkefnastjóri per íbúi. Já. Það eru nefnilega 33 verkefnastjórar, hvorki meira en minna. Já, Akureyri. Það hljóma nú bara nokkuð gott. Og það eru 5, verkefnastjóri á hverja 595 íbúa. Já, ok. Þannig að, ég held að það sé bara bjart framundan hjá Akureyrarbæ, fóru fram úr væntingum þetta árið. Þannig að þetta bara stórfínt hjá Akureyrarbæ, held ég, eins og ég segi. Það með aðeins grikka skuldónum. Áhugavert líka þetta samstarf hjá þeim, hvernig það hefur gengið. Fyrir náttúrulega örugglega allt í steik núna í kjölfar kosninga. Já. Heyrðu? Já, einmitt. Já, það verður spennandi að sjá reyndar hvernig það fer og hvernig það mun spilast úr þessu kattamáli. Ég frekar spenntur að sjá það. Já, það geti, mér skildist að það yrði leyst fyrir kosningar, þannig að það þorir enginn að taka þenslag. Já. En svo það þriðji og síðasti styrktaraðilin okkar. Nei, samstarfsaðili, ég verð að fara að venja með þessu. Já. Þetta eru náttúrulega bara ekki nema samstarfsaðilar. Þeir eru í samstarfi við okkur, en við erum að styrkja þau. Já, og það sjálfsögðu Dominos. Já. Okkar fyrsti samstarfsaðili og tryggasti. Akkurat. Og þau reyndar sko meðna landsbyggða special. Þau eru ekki Múlaþingi, ekki Fjarðabyggð. Nei, þau eru ekki fyrir austan. Getum við ekki talað við Ásvæðum að fara að flytja pítsur fyrir kosningar, koma að einhverjum tilbúðum austur og... Það væri náttúrulega bara bullandi business. Já. Ég held það. En fyrir okkur sem búum í Reykjavík, þá var þetta náttúrulega bara guðskjöf. Það var náttúrulega bara þriðjudags veisla í dag, þriðjudags tilbúð, viljum minna á það. Akkurat. Og ég sá nú reyndar eitthvað hérna daginn, sko, það eitt sem að vera að mæla með. Þau eru með svona push notifications í appinu. Já.
Ég myndi leyfa það, ég segi alltaf nei Mm. en þeir eru fannir að senda mér svona tilboð sem að verður ekkit var við hér og þar Já, þannig að, já, það er svo sem bara 3 dags tilboð í dag, það er drullu gott já. Ég er sammála því. og, Ég er mikill aðdáandi. Já, Herðu, þú ert með Árborg. Árborg, lokum þessu sveitafélaga special, ég vona að þetta sé ekki að drepa neitt Já. 8. stærsta sveitafélagið 10.794 íbúar Ok. 12,6 miljardar í tekjur sem Takk er fyrir. bara þokkalega gott Já, já. það er af útsvar 6,2 Mhm. laun og launatengt gjöld eru 7,7 sem að gerir 61% af tekjum það er næst hæsta hérna í samanburði hjá okkur og afkoman er neikvað 1,7 miljard þetta er eina sveitafélagi sem við tökum þar sem að Hér er- afkoman er neikvað 21 Já. og samt má nú benda á það hérna veltufé frá rekstri er jákvætt 200 og enn og aftur þá erum við að taka sko A og B hlutan og það er alltaf hægt að leika sér í þessum hlutum Einmitt. þetta er að sjálfsögðu good shit afskriftir og svo verbætur og gengismunur sem að rífa upp afkomuna Já, var þetta alveg good shit afskriftir það? já, 609 miljónir Já, það er alveg good shit. og svo er það sko annað hérna, þetta hlýtur að vera bókhaldsstær breyting lífeyrisskuldbindinga er jákvæðum 709 miljónir og sko er það þá enn og aftur vanþekking á þessum hérna bókhaldsmálum sveitafélagana voru að gera ráð fyrir herri lífeyrisskuldbindingum þú veist, allavega afkoman veltufé frá rekstur er jákvæð stærð í A og B hlutanum Já. en á það mestu að þakka sem sagt, afskriftum og breytingum á skuldbindingum Já. sem að þá væntanlega bara lækka, ekki segju það ekki bara Jó, ég held að það sé bara óhætta. Það er svona já, besta leiðin bara. já, bara leifa þið að slæta þannig Já. þetta gerir, ef við tökum hérna útsvar per íbúa 622.000, þeir eru bara svona melló á milli vin okkar Mhm. þannig að allt er góð með það heildareignir Árborgar nei, ég var með hérna 577.000 fyrirgjöð, þeir eru með lægst útsvar per íbúa, Árborg ég leiti á Akureyri og, Já. og hérna Er allt í hafinu þannig að hafa? sko það er verið að byggja nýja miðbæ sem er búið Mhm. og það er líklegast eitthvað projekt í gangi hérna á Selfossi Já. en það má alveg segja það þau eru með læsta hlutfall af tekjum í veltufé 1,69% Mhm. ef við tökum bara A-hlutan þá er 794 miljón krónar tap Já. 2021 sem að er kannski smá vandamál þeir eru á 25 miljard í eignir ertu ekki bara nokkuð spakur Jú. Þau virðast vera ágætlega sett hérna. Ég sé að þau skulda þau dálítið per vísu íbúa. skulda 21 miljard Já. þannig að þau eru með hæsta skulda hlutfall af tekjum 169%. Já, einmitt. Og- Og svo, einmitt, þetta eru líka hérna 2 milljónir skuldir per íbúi sem er næst mesta af Já. þessum sveitafélagum sem við erum að taka í dag. Það er samt verið að útluta góma á lóðum og þetta er alveg ágætið spett að fara þarna Já. en ef þú ætlar að kjósa með buddunni þá kannski ertu að halda þér einhver starf annars þar, fyrir kannski Ölfuss hver er í meiri hluta þarna í Árborginni? Þetta er Framsóknarflokkur, Samfylking, Miðflokkurinn og áfram Árborg. Já Þú vilt að meina að það er ekki að kjósa þau? Jú, ég meina ég held að Sigur Ringi sem ágætis projekt í gangi þarna, Já. hann er að vísu bara með einn þetta er sjálfstæðisflokkur með 4 fulltrúa samt í minnihluta Já. það er áhugaverð dýnamík Mhm. en já, heyrðu, ekki bara vind okkur hérna áfram íbúafjöldin eins og áður komið 10.700 fjöldi bæjarfulltrúa, við hefum kannski að taka bæjarfulltrúa per íbúa, þeir eru 10 Já. og laun og launatengt gjöld þeirra eru 67,8 miljónir þannig að þau eru þarna með meðalaun upp á 6,7 á ári Mhm. það er bara 500 skall Já. á mánuði þannig að fyrir þá sem mann enn ekki að flytja austur til að blanda sig í sveitastjórnarmálin getur verið fínt bett að fara bara á Selfoss Já. góðu miðbæðir og Aðeins styttra austur. já, það er eitt hérna sláandi fyrir Árborg að þau eru með lægstar tekjur per ársverk af samanbera fyrirtæki með 16 miljónir og 770 ársverk og þú sér það hérna fyrir þess að 770 sem vinna hjá Árborg að já, þá er þetta 16 miljónir til samanbera Fjarðabyggð og Múlaþing eru bara með 430 að vísu aðeins minni sveitafélög en engar síður, það er þarna
það ýmislegt sem að mætti kannski hagræða þarna hjá Árborg. Já, mér sýnist það sko. Og eitt sem ég tek eftir, það var engin skráðu verkefnastjóri á heimasíðu bæjarins. Það er málið. Sem er risastór gengisdómur á... Ætli það sé bara engin verkefnastjóri eða? Jó, það finnst það ótrúlegt sko. Lítur nú að vera. Kannski eru fleiri deildarstjórar eða fórstöðumenn eða fleira sko. En gæðastjórar bara. Já. Við þurfum verkefnastjóra. Já, við þurfum fleiri. Heyrðu, skautaðan sérna yfir eignirnar, þær eru 25 milljarðar. Allt er góð með það. En hvaða eignir eru þetta? Jú, gamla góða lumman, þetta eru fasteignir á lóðir upp á 16. Við erum með veitukerfi upp á 5 og hlaupum svo bara beint í eignarhluti í félögum. Það er þá bara milljarður ef að hugareikningurum minn standst. Í félögum. Já, ég er reyndar slefti bifröðum áður upp á 400 en þeir eru með eignarhluti í félögum upp á 325 og þar tók ég eftir, það er ekki beint einhver svona eignastýringarstefna að eiga sér stað eins og hjá öðrum en þau eiga til dæmis í Íslenska vindorkufélaginu, EHF. Það getur verið svolítið spennandi hvort sé að fara að byggja upp einhverja vindorkugarða, búa til litlu Danmörk þarna út á landi. Já, ég mitt. Þau eru inn í lánasjóð sveitafélaga, landskerfi bókasafnana, það er HF, allega myndi einhver tíman einhver komið með acquisition á það. Það er rétt að skoða það. Þau í Sandvíkursetri, Engavæða, Netorku og svo Norðurvegi og þetta er svona, já, ekkert svakalega spennandi, myndi maður segja. En svo eigaði eignarhaldsfélagi Suðurland sem er eignarhaldsfélag þarna fyrir þá sunnlendinga, þannig að ég tek eftir því líka. Þau eru með 124 hvað getur við sagt nei, er þetta 12 milljarðar í verðtryggða kröfur bæjarsjóður og samateki, skautu bara yfir þetta, ég veit ekkert hvað ég er að segja Nei. Það getur ekki verið að séu með svona litla skuldir með við 12 milljarða. Heyrðu, ég held ég sé bara tæmdur. Er það ekki bara það? Þetta var svona Þetta var æfing. Já. Það var æfing fyrir stóra þáttinn í næstu viku. Þar tökum við Reykjavík og Seltjarnarnes og Hafnarfjörð og Garðabæ og Kópó og allt þetta. Það verður að viðurkennast í þessari yfirferð fyrir þá sem er ennþá að hlusta. Já, þetta er að við erum búinir að vera bara eins og bablandi leikskólakennarar. Nei, leikskólakrakkar. Og ég er ekkert vissum að við komist í háskóla í þessari yfirferð sko. Nei. Þetta er helviti þurft. Það er marga tölur, marga stóra tölur. Sko, það er erfitt að gera ársreikninga skemmtilega. Okkur hefur nú tekist ágætlega með það. Já, ég vil meina það. En þetta er bara eitthvað different breed, sko. Þetta er, já. Og við erum náttúrulega inn á sprengjusvæði, við erum búin að setja helviti margt fram sem verður örugglega rakið. Það er alveg pott, já, það mun einhver hrútskýra fyrir okkur af hverju þetta á að vera svona. Ég held að fyrsta public shaming komi eftir þennan það getur komið þetta. Við lendum í DFF og... Já, í miðjum kosningum. Við getum alveg tekið þá kassan. Já. En herru, þá held ég að sé ekkert annað á veginn ef að bara kveðja. Við viljum minna kannski á Facebook-hópin okkar Dýpinn og Pingjan fyrir þá 13 sem er ennþá að hlusta. Já. Og þar verður mikið fjör og mikið gaman. Já. Þannig að þá bara þökkum við kærlega fyrir í dag. Yes, takk fyrir okkur.